Stundum fáum við upplýsingar rúmmál en það vantar eina lengdina, hæðina til dæmis. Skulum skoða 2 form og sjá hvernig við finnum út úr þessu. Hérna sívalningur og ég mæli með því að teikna formin alltaf. Þó við séum ekkert að teikna einhverja svakalega fínar myndir, bara teikna myndina og skrifin, hvað veit ég. Rúmmálið 565 cm í þriðja, þvermálið 12. Og ég veit að rúmmál sívalnings radíus í öðru sinnum pi sinnum hæðin. Grunnflöturinn sinnum hæðin. Get ég reikna flatamál grunnflatarins hér? Já, það 6 í öðru sinnum pi og út úr því kemur 113. Og það þá cm í öðru. Við þurfum að hafa varan á, þetta sama eining? Ef ekki, þá þurfum við að breyta þannig að þetta sé sama eining. Og þá veit ég af því að þessi partur, þetta í afturrúmmálið, þessi partur hér 113. Þá skrifa ég 113 sinnum hæðin í aftur, veit rúmmálið 565. Og nú færi ég 113 yfir, sinnum breytist í deilingu eða ég deili með 113 báðum megin. Hvor aðferðina ég nota ekki aðalatriði. Heldur, ég að deila með 113, þá fæ ég að hæðin 5 cm, setja eininguna með. Ég að kíkja á píramídan. Aftur, við skulum teikna myndina. Ég að vanda mig brjálæðislega? Nei, bara setja eitthvað inn hérna. Þetta 3 og 3, veit ekki hæðina, rúmmálið 12. Og þetta allt í metrum, ég get líka skráð þá svona. Formúlan fyrir rúmmáli píramída lengd sinnum breidd sinnum hæð, deilt með 3 í aftur rúmmálið. Svo set ég tölunar. 3, veit ekki, deilt með 3 í aftur 12. Þetta rúmmálið. Af því að m í þriðja, það rúmmál. Þó það standi ekki rúmmál hérna, af því að setir í þriðja, það rúmmetrar rúmmál. Nú nokkrar leiðir. Ég má vissulega stytta bara hérna 3 á móti 3, en sumum finnst óþægilegt að gera það. Þannig að ég ætla svona að gera þetta pínu handvirt. Byrja á að margfalda, hér stórt deilt með 3, ég færi það yfir, það breytist í sinnum 3. Og ég ætla nú að margfalda hérna 9 sinnum h, í aftur 36. Af því ég færði deilt með 3 yfir, það breytist í sinnum 3, 12 sinnum 3 36. Svo deili ég með 9 báðum megin, h-ið í aftur 4 metrar. Finna út, hvað veit ég, setja þinn í formúlunar og svo þarf að kunna bara algebru til þess að færa yfir. Ef ég lendi í að vera spurður radíus til dæmis, eins og hérna, og ég fæ að í öðru eitthvað og ég þarf að vinda ofan af því, þá tek ég kvadratrót. Þannig að það hægt að vinda alltaf ofan af þessu, það að segja, ef ég veit allt nema eitthvað 1, þá get ég fundið það með því að beita algebru.